Stutta svarið við spurningunni er já, en þetta að sjálfsögðu kennara komið. Hér verður farið í allra helstu möguleika í stillingum kennsluvefs, leiðarstýringu og námskeiðs upplýsingar. Stillingar snúast bæði virkni kennsluvefsins og notendavænleika. Þar meðal annars valið hvaða tenglar eiga að vera sýnilegir í leiðartré námskeiðs. Þar fyrir utan eru þar atriði sem gott að kennari viti af, til dæmis hlutir sem hægt að virkja eða gera óvirka. Það eru 2 fastir tenglar í leiðartré námskeiðs. Sá fyrri er heim, sem alltaf efst í leiðartrénu og leiðir á heimasíðu námskeiðsins. Sá síðari er stillingar, sem alltaf neðst í leiðartrénu og er eingöngu sýnilegur kennurum. Þegar stillingar eru opnaðar, þá eru hér nokkri flipar efst. Ég fer eingöngu í leiðarstýringuna og nokkur atriði undir námskeiðs upplýsingum. Byrjum á leiðarstýringu. Í leiðarstýringu eru valdir tenglar í leiðartré námskeiðsins. Tenglunum er skipt í 2 reiti. Það sem er í efri reitnum er sýnilegt nemendum, en það sem er í þeim neðri er falið. Til að gera tengil sýnilegan nemendum þá þarf að draga hann upp í efri reitin og öfugt. Til að fela er tengill dreginn í neðri reitin. Að lokum þarf að vista neðst á síðunni. Það er eðlilegt að kennari sé í vafa til að byrja með hvað hentar að hafa sýnilegt í leiðartré. Svo ég ætla aðeins að útskýra málið. Fyrst það sem er venjulega haft sýnilegt. Tilkynningar þarf að hafa sýnilegar. Þar geta nemendur skoða þær tilkynningar sem kennari hefur sendt í námskeiðinu. Kennsluáætlun, leiðarplagg námskeiðsins er venjulega haft sýnilegt. Einkunnir er tengill í einkunnabók námskeiðs, þar sem nemandi getur skoðað einkunnirnar sínar leið og kennari birti þeir. Fólk, þar sjá nemendur lista yfir nemendur og kennara námskeiðs og hafa yfirlit yfir hópa í námskeiðinu ef þeir eru notaðir og geta skráð sig í hóp ef kennari leyfir sjálfskráningu í hópa. Þetta eru þeir tenglar sem eru sýnilegir í langflestum námskeiðum. Undir tenglinum verkefni sér nemandi á einum stað öll verkefni námskeiðs og vægi. Þessar upplýsingar koma fram í kennsluáætlun og einkunnabók, en eru framsettar hér með svolítið öðrum hætti. Það gæti verið fyrir þægindaauka fyrir nemanda að hafa aðgang að þessum tengli. Sérstaklega ef námsmatið er mjög flókið og margbrotið. Það er miðað við það hér í þessu námskeiði að deila öllu á heimasíðu námskeiðsins og þá þarf raunverulega ekki að hafa skráasafn námskeiðs sýnilegt og ekki síður eða próf. Tengillinn námsefni, hann er svolítið sérstakur, hann sýnir einingar eða vikur námskeiðsins og þessi tengill er mikilvægur ef kennari skiptir heimasíðu námskeiðinu en setur samt námskeiðið upp út frá vikum. Í þessu gerfi námskeiði leiðir heimknappurinn á síðuna námsefni, svo það er óþarfi að hafa hann sýnilegan í þessu tilviki. Þeir kennarar sem nota upptökur í námskeiði þurfa að ganga úr skuggum að Panopto-vídeótengillinn sé hér uppi í sýnilega hlutanum. Að öðrum kosti er ekki hægt að vista upptökur á námskeiðinu í Panopto. Nýjar greiningar er tilvalið að gera sýnilegt. Þessi tengill verður ekki sýnilegu nemendum þar sem þeir hafa ekki aðgang að því sem að hann sýnir, en kennarinn geti vilja að gera hann sýnilegan bara fyrir sjálfan sig til að skoða seinna þær upplýsingar sem safnast þarna saman. Hér er heilmargt fleira nytsamlegt og áhugavert, en ég ætla að láta þetta duga í leiðarstýringunni og vista neðst. Kennari getur alltaf bætt við atriðum síðar eða tekið út atriði ef þess reynist þörf. Athugum nú námskeiðs upplýsingar. Hér efst er hægt að setja ein mynd fyrir námskeiðið. Hún verður einkennismynd námskeiðsins og sést á skjáborði nemenda og kennara. Það er hægt að hlaða mynd úr tölvunni eða nota Unsplash og leita að mynd. Hér örlítið neðar getur kennari valið á hvaða tungumáli kennsluvefurinn birtist. Ef ekkert er valið, þá birtist kennsluvefurinn á íslensku. Hér gæti hentað að velja til dæmis ensku, ef námskeiði kennt á ensku. Í tungumálakennslu er oft valið það tungumál sem verið er að kenna. Þegar skrollað er neðst á síðuna, er þar tengillinn fleiri kostir. Þar er hægt að velja hvort nýlega tilkynningar sem kennari sendir nemendum komi fram efst á heimasíðu námskeiðs eða ekki
og ef já, þá hve margar tilkynningar koma þar fram. Atriðin sem eru hér fyrir neðan mismunandi hvort hentar eða ekki. Til dæmis hvort nemendur geta sjálfir sett upp hópa og stofnað umræður. Það fer svolítið eftir því hvernig kennari vanur að nota umræður og hópa. Í sumum tilfellum vill kennari fela lokaengun og heildarengun fyrir verkefnaflokka þar til allar engunir hafa verið gefnar. Þá hægt að gera það hér. Hér hægt að merkja við ef ekki ætlast til að nemendur geti sett athugasemdir við tilkynningar. Oft eru kennari líka með sérstaka umræðu þar sem þeir svara fyrirspurnum nemenda og þá þetta kannski óþarft. Ef einhverju hefur verið breytt þá þarf að vista neðst á síðunni. Nú fer ég í nemandasýn og þá sést skýrt hvaða tenglar eru sýnilegi nemendum. Það eðlilegt að tengillinn tilkynningar sé ósýnilegur. Hann verður sýnilegur eftir að kennari hefur sent fyrstu tilkynninguna. En þetta komið í bili. Takk fyrir.